Já, góðir grannar, velkomin í beina útsendingu í Hamri. Þórir Steingrímsson heiti ég, formaður ykkar í Hamraborgaráðinu. Eins og þið vitið þá var til þessara útsendingar stofnað vegna þess að við ætluðum að hafa hérna hjá okkur góðan gest, Sigurð Helga Guðjónsson, hæstaréttarlögmann, formann Húseigendafélagsins og einn af höfundum laga númer 26/1994. En þegar við komum í Hamar í morgun og þá voru þessi skilaboð sem við heyri núna en á símsvaranum. Þetta Sigurður Helgi Guðjónsson hérna. Ég komin með flensu og kemst því miður ekki í viðtalið í dag. Við verðum í sambandi síðar. Takk. Jú, sömuleiðis, þakka þér fyrir Sigurður. Ég vonaði batni sem fyrst. Þetta náttúrulega eins og við vitum, þetta að ganga hér í bænum og því miður þá getur Sigurður Helgi ekki verið með okkur. En ég hérna þó allavega með góða gesti. Það Emilía Baldursdóttir sem hérna í húsi númer 36 velkomin og Valdimar Lárusson, öllum á góðum kunnur, í Hamraborg 26 velkomin Valdimar. Nú, ég veit ekki, við skulum nota þetta tækifæri fyrst að við erum komið hérna saman og okkur vantar hana góða gest að svona spjalla vítt og breytt það sem við hefðum kannski vilja geta spurt hann og kannski get ég greitt úr einhverju spurningum ykkar og á eftir þá getum við hugsanlega heyrt í ykkur sem þarna inn í stofu og kannski bið eftir því að fá að heyra í honum Sigurði en kannski getið þið eflaust nota þá tækifæri og spurt mig sem formann ykkar ýmsa hluti sem kannski að þið getur sparað ykkur þá að ræðum af fundinum sem verður núna þannig á miðvikudaginn nýri félagsheimili Kópavogs á aðalfundirum okkar og verði endilega þegar þar að kemur að þið hringið inn og spyrjið mig einhverja spurninga. En Emilía, hvað var það sem að brann á þínu vörum meðan Sigurður þér? Já Sigurður, það var það sem að ég ætlaði að spyrja var að því að þegar lekur þak á húsunum svo skemmast kannski íbúðarnar á efstu hæðunum hvort að sá íbúðareigandi hefði hvað maður að segja samanber tryggingar hann hefði hvað kallað það? Húseigandi tryggingu? Nei, það ekki húseigandi trygging þetta sko þegar maður með tryggingar frá tryggingarum þá það einhver sjálfsábyrgð. Já. Sko náttúrulega veit ég það sko að húsfélagið ánáttúrulega að borga sko í þessari viðgerð en það er það sem að ég vildi vita hefur sko eigandi íbúðan einhverja sjálfsábyrgð eða eigum við bara að borga kostnað? Já, ég meina þetta er náttúrulega einn af þeim hluti sem að við kannski hefðum getið fengið hann Sigurð til þess að svara sko, það er það sem ég ætla að spyrja og en hins vegar auðvitað það alltaf í þessum hlutu sem að við erum að tala í svona hagsmunamálum húseiganda það að vita hvar bóta ábyrgðin liggur. Það er alltaf nummer 1, 2 og 3 því sko ef að tryggingarnar hefði verið bótaskildar þá hefði sko íbúðareigandi verið með sko vissa sjálfsábyrgð einmitt en ég veit ekki hvert það í þessu tilviki Nei, ég segir saman sko, við erum ekki kunnugt það hvernig það er. Nei, en hvað sem því líður, þá vil ég endilega líka upplýsa ykkur ágætu Hamraborgarbúar að þegar að þið hafi kannski eflaust ykkar sé skýrslu mína sem var augnablik já, það er Hamar. Þórir? Já, það er hann. Ég ætlaði bara að segja þér að þetta heyrist ekkert hvort í henni Emilíu og Valdimar. Það heyrist vel í þér. Það heyrist vel í mér en ekkert í þeim? Já. Herru, við verðum að kippa því liði. Þú heitir mig Leifi? Ég er bara konars Valdimars Lárussonar. Þakka þér fyrir kærlega. Nú, ég biðst afsökunar á þessum tæknilegum erfiðleikum hérna hjá okkur. En ég vona að tækniliðið hafi fengið þetta. Við reynum þá að bjarga því við einhvern veginn að þá bara beina þá mikrofónunum þá í áttir að þeim til þar að kemur. En svona rétt á við byrjum og höldum lengra þá hérna að ræða fekk ég í hendurnar forláta bók sem fundagerðabók upphafsfundagerðir félag húseigenda fyrsta áfanga miðbæri Kópavogi frá því 1972 Þetta eiginlega má segja sem nokkurn veginn eins og að fá handritin heim ég myndi að halda það gæti verið það og auðvitað já, það hérna í Hamri í beinni útsendingu. Halló? Já. Þórir?
Það er hann. Ég er nú maðurinn en Jónsins aðsendur. Ég heyri bara ekkert í þessu fólki. Nei, ég heyri það líka, það mér var sagt það. Ég vil gjarnan fá að vita hvað er verið að gera þarna, sko, til þess hlusta ég á þetta. Já, það er rétt hjá þér. Já, allt í lagi. Þakka þér. Við skulum bara aðtúa hvort að þetta fari ekki að kippast í liðin, að það fari að heyrast í þeim. Ég verður bara að byrja tæknimennina þá og koma því í gang ef svo væri. En af því við vorum að tala þessa bók að þá er þarna ýmislegt sem að við þurfum að ræða svo einmitt hér á eftir sem að ég geti gert að líka bera undir ykkur vegna þess að þið vitið nákvæmlega að þessi bók hérna, hún geymir þessa heimildir þessa fundargerð. Þegar ég leit í þessa bók þá fann ég eiginlega hvar villan liggur í vegna hvers að þetta fór svona allt eins og það fór í þessi 18 ár. Allt svona úrskeiðis. Allt svona úrskeiðis. Já. Og það er það sem að gera verkum að í 3. greininni er einmitt, þar liggur villan í þessu öllu saman. Síðan hefur hver fundagerðin af annarri, alveg til ársins 1980 að ég held, alveg borið þetta með sér. Já. Þannig að við skulum ekki til 1980 og þess vegna skulum við ekki vera að ásaka einn eða einn það. Þetta er einhvern konar slys og ég veit ekki hérna þá kannski heyra í fólki á eftir það eða þau vita hvað það er, þá get ég svo sem upplýst það en ég tel það ekki merg málsins, heldur mergum málsins er sá að við erum núna loksins komin á réttan kjör, við erum komin á réttan farveg með þetta og vísa því þá með að í þessum með upphafi með Hamraborgarráðið í upphafsreglunum og núna í reglunum sem að ég legg til að það verði samþykktar þá er endalega gengið alveg skrefið til fulls. Já. Þannig að þið áttu ykkur á því. Er einhverja spurningar sem þið myndi vilja spyrja mig sem ég kannski svara í þessu tilefni? Nei, ekki sambandi við þetta. Ekki beili, það kemur kannski ljós ef við fara að lesa þetta. Já, en ég veit ekki hvort við eigum að tefja okkur mikið á því því að það er ýmislegt sem við þurfum að fara í gegnum. En ég vil endilega núna upplýsa ykkur hvað vakir fyrir mér á næsta aðalfundi, það er að vekja athygli Hamraborgarbúa og allra húseigenda að framundan er svolítið mikið verkefni fyrir okkur að komast að samkomulagi við Kópavogskaupstað ýmsar reglur. Já. Það stendur samkvæmt nýju lögunum á okkur ber að semja við við Kópavogskaupstað semja við þá umgengnisreglur sameignina. Sameignina? Já, sem að þýði það bifreiðageymslan og það þak bifreiðageymslunar og það garðurinn. Já. Og þessar reglur eiga að liggja fyrir reyndar. Nú þær reglur sem að þegar gilda eins og þið vitið bifreiðageymsluna eru náttúrulega aldagamlar. Það var vísl afnotkun bifreiðastæðanna, gjaldtöku á þessu svæði og svo með hvaða hætti þessi umgengni væri. Nú eins og þið vitið þá er það talað það að það væri meir og minna að verslunar og skrifstofu húsnæðiseigendur myndi njóta þessara bílastæða á degi til, svo aftur á móti myndi íbúi njóta þess betur að kveldi til. Þetta aftur á móti fyrst og fremst grunnhugmyndin með stofnun þessara reglna, þessara samnýtingu og ég veit ekki til þess að þessi nokkuð staðar til á landinu eða bara jafnvel á Norðurlöndum séu þessi nokkuð svona formúla til nema hér í Hamborginum. Já, sagði það að fræðingan síðust að það væri svolítið akkurat sem hvergi verið til. Það er akkurat heila málið og þess vegna hvílir það svolítið núna á okkur að við þurfum í raun og veru að leggja þær svolítið til grundvallar. Ef að þessar reglur verða settar á, umgengnisreglur og umferðarreglur, hvað sem verður gangandi eða akandi vegfarendur í garðinum eða í bifreiðageymslunum, það gildi yfir allt miðbæjarsvæðið. Já, veist þið náttúrulega ekki það. Það sé ekki bara fyrir
borgina, heldur sé líka fyrir Hamborgarsvæðið. Já. Og þar í kring. Og líka fyrir bílastæðin sem eru sko hinum megin við Hamraborgina, þar sé bílastæðin sem eru á Oddatölunni. Já. Nú við höfum líka lagt þetta grundvallar að það sé komið núna að því að við rekum þá stefnu að það sé réttlætismál að allir eigendur húsnæðis við miðbæjarsvæði Kópavogskausta sem hafa einhvers konar lögtengsl við bílastæði á einhvern máta að þeim verði ógerst skylt að greiða með sama hætti reksturs- og viðhaldskostnað við þau bílastæði á sama hátt eins og við gerum með okkar umsamda svæði. Já. Þannig að við séum þá þar með að hrinda af stað ákveðni kröfu það að Kópavogskaustaður hann setji ákveðið gjald á alla þjónustu á miðbæjarsvæði, alla þjónustuaðila á miðbæjarsvæði Kópavogs. Það er að segja alla þá aðila sem eiga þarna húsnæði að þeir greiði alveg sambarilega við það sem íbúar greiða innan síns umsamda svæðis. Já. En finnst ykkur ekki alveg rétt? Jú. Ég er alveg inn á því. Þú hefur svo kvartað við þessu Valdimar umferðinni í garðinum til dæmis. Já, ég hef haft dálítið áhyggjur af þessu með garðinn. Mér hefur fundist það vera afskaplega mikið hunsað, eins og það er búið að brýna það mikið fyrir íbúum Hamraborgar að garðurinn er ekki bílastæði og fólk virðist hunsa þetta og mér finnst endilega hreint að það þurfi að gera eitthvað í því máli, Þórir. Það þýðir ekki að setja upp skilti. Fólk fer ekki eftir þeim. Þetta þekkjum við báðir sem gamlir lögreglumenn, að fólk fer ekki eftir þessum hlutum. Og ég vil láta á það reyna að það er margbúið að vara fólk við því að leggja ekki bílunum sínum inn í garðinn og nema í sérstökum tilfellum, svo sem það er fatlað fólk eða á einhvern hátt vanhæft að öðru leyti til þess að komast að sínum íbúðum. Það er hægt að sjá í gegnum fingur við það, en þegar að mikið er kannski af ungu fólki sem að kemur þjóðtandi eins og var til dæmis í gær, að það kom ung stúlka alveg á fullu fyrir hornið þarna og keyrði beint inn að númer 28 og lagði þar bílinu sínum og læsti honum og síðan fór hún inn. Og þetta finnst mér hreint ekki geta gengið. Og mér finnst að við eigum hreinlega að láta á það reyna að koma bara með kranabíl og fjarlægja þessa bíla og það á kostnað eigandana. Hvað finnst ykkur um þetta? Hvað finnst þér, Emilía? Mér finnst þetta, ég gerði nú bara ganum minni í vetur, ég hringdi niður á lögreglustöð og spurði þar vakthafana til lögreglumann hvort ég mætti leggja bílnum mínu niður í Hlíðargarði. Og þá sagði hann, nei, kona góð, þú getur það ekki því að það er almenningsgarður. Það er bannað að leggja bílum í almenningsgarð. Já, segi ég, það er líka almenningsgarður hérna í Hamraborginni. Ekkur er lagðað bílum lagt þar. Þá sagði ég þess, það er alfarið bæjarins. Þarna eru tveir garðar að ræða. En það má segja kannski að með Hamraborgargarðan sé það öðruvísi vegna þess að þarna þarf náttúrulega að komast inn sjúkrabílar, lögregla svoleiðis, en það finnst mér, það er bara svo mikið minna, það er miklu minna það heldur en alla þessa bíla sem er að halda fyrir manni vöku nóttinni. Og það er svo... Ég segi fyrir mig að við höfum talið þarna upp í 10, 12, 14 bíla sem hefur verið lagt þarna bara hingað og þangað garðsvæðið. Þetta náttúrulega er hlutur sem ekki getur gengið og verður að stemma stigu við. Ég er alveg sammála ykkur í þessu að þetta náttúrulega bara hérna venjulegu umgengnisreglur að húseigendur sé ekki skapa ónæði fyrir aðra húseigendur
og íbúar að því að taka til hvers annars. Enda sko við erum fyrst og fremst að Hamraborgarráðið, við erum samfélag og við erum að reyna að lifa í sátt hvort annað og þetta ögrar svona framkoma ögrar þessu samfélagi og hleypur í þetta ákveðni spennu sem algjör óþarfi og tillitsleysi. Og þessi tillitsleysi hún hefur sérstaklega sko birst í því að á nóttunni stundum koma til okkar í garðinn hérna Hamar, hérna Augnablik, þá sko hafa komið hérna í garðinn hjá okkur hljóðkútslausi bílar á nóttunni. Jú. Það er alveg óþolandi að þurfa að vakna við það og hvað eftir annað. En hins vegar hvaða vald við höfum, svo lagalegt vald að gera það sem að þið farið fram á, það aftur móti dreg ég efa. Hins vegar ef að þessar reglur sem að ég var að tala við ykkur áðan, sem reglur sem verða byggðar á lögunum, þessi nýju sem voru samþykkt núna áramótin, ef að þær reglur verða samþykktar og það verður gefnar að skýrar línur á það hvernig þetta eigi að framkvæmast, þá lögum við þetta. En það þýðir einfallega það við þurfum þá að setjast niður og við þurfum að vinna þetta verk með bænum og það kostar tíma og yfirlegu. Og við gerum þetta ekkert öðruvísi. Þess vegna, eins og ég segi, það mjög gott að þetta komið mjög fram og ég skora ennþá á alla Hamraborgara búa að sýna hvort öðrum tillit í þessum vögnum. Já, það Hamar í beinni útsendingu, gjörðu svo vel. Er hann Sigurður mættur? Nei, hann nú veikur. Hver það með leyfi? Hver það sem talar? Guðjón Kristinsson. Góndi sæll. Heyrðu, þá þýðir ekkert að ég ætla að fá lögfræði álit hjá honum. Já. Það var líka alveg rétt. Verður þetta ekki seinna bara? Jú, það verður seinna, Guðjón, en getum við ekki neitt leyst úr þessu málum fyrir þig? Nei, þú veit, og hlyndur aðilanum. Bíddu nú, hvorum þá? Hamraborginni, Hamraborgarráði. Sko? Já. Það sem ég hef áhyggjur af, það hérna, þú veist nú að við Hamraborgarbúar borgum 45% af kostnaðnum við endurbyggingu bílastæðana, en hérna í afsali fyrir íbúðinni okkar sem búið að þinglýsa, það tekið fram að við höfum aðgang að bílastæði, eða afnóta bílastæði. Já, og þess vegna finnst mér ekki sanngjarnt að við borgum hátt í helmingin af viðgerðinu og hafum engan rétt til að leggja bílnum okkar neins staðar. Pétur og Pál mega vaða þarna eins og vilja leggja hvenær sem og hvar sem en við hefum engan rétt á að leggja okkar bíl. Ef við komum seint heim og hvergi pláss, þá verðum við bara vera utan garðs. Að þetta ekki nóg gott. Við hefum engan rétt og við borgum 45%. Ég geti sagt mig við þetta ef við borgum ekki neitt, en nú borgum við 45% og við höfum engan rétt á bílastæði. Þráttur það. Já, ég skil hvað þetta að rétt hjá mér. Þetta sjónarmið sem að ég kannast við, Guðjón, og það mjög gott að þú komir með þetta, þó ég sé nú ekki lögfræðingur. Nei. Þá geti ég samt sem áður aðeins bendir á það að í nýju lögunum komin ný grein sem að fjallar einmitt þetta atriði. Og það 37. grein þessara laga. Já, en hérna... Það greinilegt að... En nokkuð hægt að strika út úr hérna afsali með einu pennastriki rétt manna. Nei, þú átt ekki, sko, ef ég skildi rétt... Rétt á bílastæði, aðgangabílastæði. Já, en ekki neinu sérstöku bílastæði. Nei, ekki neinu sérstöku, alveg rétt. Já, það það sem maður að tala það að megi ekki merkja sér bílastæði. Já, akkur ekki. Nei, það bara ekki hægt, sko, vegna þess að samkvæmt þessu nýju lögum þá... Þetta kannski sérstækt. Það hnykkt á þessu... Samfélag hérna. Já, það hnykkt á þessu í 37. greinu. Viltu að ég lesi þessa grein fyrir þannig að þú áttir á því hvað þarna að með ferðinni? Já. Sko, þar stendur 37. grein, það heitir ráðstöfunarréttur eiganda yfir sameign. Það bara í 1. málsgreinu, það stendur eiganda á eigin spýtur óheimilt
að framkvæma nokkra breytingar á sameign eða helga sér til enga nota tiltekna hluta hennar. Það þýðir það einfaldlega að engin eigandi getur helgað sér eitthvað sérstakt stæði umfram önnur stæði. Nei, en fyrst og fremst stæði, bara fyrst og fremst eitt stæði, einhver staðar. Já, nei, það er, hvað þá? Ég veit það ekki. Nei, það sem er ekki hægt, það er lögin. Það er í afsælinu fyrir íbúðinu að við höfum aðgang að bílastæði. Já, þetta er nákvæmlega saman eins og Það er þá hægt að strika þennan rétt út með einu pennastriki. Nei, í Fannborginni er þetta nákvæmlega sama, það er sem sagt... Þið eru þá búin að því að svipta maður þeim rétti að hafa aðgang að bílastæði. Nei. Það er talað um það til dæmis í Fannborginni að þar hafið þau öll sem þar eru og all afsöl. Já, þau hafa ekki þurft að borga í neitt kostnað eins og við gerum. Nei, eftir þessu komið er. En að hvernig við látum borga þennan kostnað og höfum engan rétt til að njóta þess fram yfir aðra bara utan og bæ. Nei, það er það sem við erum að tala í þessu, sko Guðjón, að við erum undir þessum samningum nákvæmlega sama eins og þeir Fannborgarbúar. Það eru þarna ákveðna kvaðir að þeir geta, sko í hverju afsali þeirra eigna, þá er tekið fram að þeir eigi sem sagt aðgengi að einu bílastæði. Nákvæmlega saman eins og við hér. Og undir þessar kvaðir keyptum við okkur þegar á sínu tíma. Þetta stendur í reglunum, upphafsreglunum, og þess vegna getum við ekki til einu kringumstæði að fara núna skorast undan þeim. Það er eins og bara það að rífa alla stóðir undan Hamborginni. Sko, Guðjón, máli er þannig sko... Þetta er engin réttur sem við höfum fram yfir bara Pétur og Pál út í bæ og ég vel næstu bæjarfélögum. Það getur vel verið, en svona var þetta þegar við keyptum okkur inn í Hamborgina. Nei, það var ekki þannig. Já, það getur vel verið, en svona allavega þessi gamla biblía hérna, hún segir þetta nákvæmlega sama, þetta er stofnbókin okkar. Þetta er þið eru búin að breyta þessu, þið eru búin að strika út þann rétt okkar sem stendur í afsæli fyrir íbúðinni. Að við megum hafa aðnota bílastæði. Já, það er nú ekki alveg rétt hjá þér, Guðjón. Ég er ósammála á þessu, en þetta er kannski sem að þú getur hugsanlega að leita réttarins með því að leita lögfræðilega álits í þessu. Já, ég ætla að gera það. Já. En eins og ég segi, grundvallaratriðum er að þetta. Það hefur engin einn sérstakur eigandi umfram aðra til þess að helga sér eitthvað sérstak bílastæði farið fyrir sig. Nei, en hvers eigum við að gjalda? Þurfum að borga helmingin í þessu og fá engan rétt út af það. Við höfum engan rétt fram yfir Pétur og Pál. Já, hvað segir þið? Hvað finnst ykkur um þetta? Engan rétt fram yfir Pétur og Pál. Utan úr bæið, utan úr öðrum bæjarfélögum. Ef ég má segja eitthvað um þetta, Guðjón, þá finnst mér nú þetta að vera misskilningur hjá þér. Að við höfum rétt á bílastæði. Nei. Jú. Nei. Á hverju segirðu þetta? Af því að Við höfum rétt á að leggja bílunum okkar hvar sem er. Já. Ekki endilega Guðjón fyrir framan húsið okkar. Nei, en þegar Pétur og Páll eru búinir að fylla bílastæðin okkar og við komum heim seint á kvöldin, þá fáum við ekki stæði. Þetta er sanngjarnt og við borgum helmingin í viðgerðinu, höldum helminginu við. Sko, Við höfum enga rétt fram með Pétur og Pál. Þú ert að tala um Guðjón þegar að það megi allir valsa hér og keyra hér Já, við höfum engan rétt umfram þá. Þú er búin hérna og borgað þetta. Þetta er gott, Guðjón, þetta sjónarmið. Sjónarmið þetta er komið inn, en það er ekki allir á sama máli um þetta. Nei. En þú hefur alla burði til þess að koma þessum sjónarmiðunum framfæri, en hins vegar þú breytir ekki upphafsreglunum og þú breytir ekki lögunum núna, þau eru svona skýr. Í upphafsreglunum er afsal fyrir afnota bílastæði. Já, þú hefur það. Nei, ég hef það ekki. Þið er búin að fylla alltaf utan að komandi bílum. Já, nei. Það er ekki seint tíma kvöldinu. Við Valdimar er ósammálaðir þarna, þannig að við getum endalaust alveg hérna... Já, það er endalaust hægt að deila um þessa hluti, síst mér. En við höfum rétt á bílastæði
hvar sem við viljum í bílageymslunni. Valdimar, það hefur Pétur og Páll líka utan bæ og Reykjavík og Garðabæ og hvað sem þeir hafa rétt að leggja hérna. Hvaða rétt höfum við fram yfir þá? Jú, við höfum rétt fram yfir, við höfum ekki rétt fram yfir aðra Hamraborgarbúa. En við höfum sama rétt og aðrir. Já. Það verður við að gera svolítið greinamun og því, Guðjón. Við höfum engan rétt til að... Þú ert að tala að þegar við komum kannski seint heim á kvöldin, að þá séu öll bílastæði orðin full, en þau eru full af bílum sem Hamraborgarbúar eiga. Nei, þeir eru nefnilega utan bæjar bílar. Nú eru þetta þá næturgestir, hér í... Þegar vandi veður, snjóar og hálka úti, þá koma þeir og geima bíluna sína hérna úr nágreininu. Ja, en Guðjón, það greinilegt að þú ert ekki samþykkur lögunum, þú ert ekki samþykkur okkur hérna og ekki heldur upphafsreglunum. Þessu verður ekkert breytt. Samþykkur upphafsreglunum? Jú, það eru svona, það er ekkert við því að segja. Þið eru bara búin að reyna að strika þetta út, það er rétt okkar. Það er ekki rétt. Við höfum ekkert strikað út, Guðjón. Þetta er sami nýja reglur. Nei. Ekki samarýmast. Nei. Þessar reglur voru samþykktar 1975 sem að þú ert að hnýta út í núna. Þannig það var löngu fyrir mína tíð, löngu fyrir tíðarnas valda. Já. Þessar reglur, já, að við fengjum afnóta bílastæði, já. Nei, ég er að segja það, við breyttum engu. Þessar reglur eru upphafsreglurnar víxl afnotkun bifreiðastæðanna og jafnan afnotarétt allra eiganda og það getur engin sérstakur eigandi tilengar sér sérstakt stæði. En þá á hann bara ekkert frekar stæði hér heldur en einhverstaðar út í bæ. Þess vegna sko, en þetta er það sem við keyptum okkur undir. Við hefum engan hérna. Það er engin plús að eiga hér íbúð og get ekki vitnað í það að fylginni bílastæði. Það getur vel verið Guðjón, en þetta keyptir þú því undir hér á sínum tíma og það gerði ég líka og Valdimar og fleiri og við erum bara að lúta því. Já, ég veit það, en það er bara engin réttur sem við höfum. Það kann að vera. Þú gast alveg þess vegna hættið að kaupa hérna. Já. Það er rétt. En það er ekki þannig, það var ekki þannig í afsalinu. Jú, það er ekki sem segir til í afsalinu til einhvern veginn öðru í sig, sko. Þetta er bara eitthvað... Ég með ekki verið að stæla þetta. Nei, þetta er alltaf leið, það er mjög gott að fá þetta sjálf. Ertu með einhverju fleiri spurningar kannski? Nei, maður það nú ekki. Nei. Hvað segir hann um kistluna í garð? Já, hvað finnst þér um kistluna hérna í garðinum? Hún Emilía veit fá að heyra þér um það. Ég er samþykk þeim sem þau hafa verið að tala um það. Það mætti ekki og ég er alveg samþykkur því í garðinum uppi. Já, það á ekki að líðast. Hvernig eigum við að koma í veg fyrir það? Því að ég hef alltaf talað um það að það væri ekki hægt að við hefum ekkert löglegt vald til þess að draga bíl út nema við erum búin að gera þessar reglur. Það er nefnilega það verður að semja eitthvað í bæinu, það er það ekki. Jó, þeir eru þarna... Þetta er alveg einstakt samfélag að eiga svona hlutild í svona fyrirtæki með bænum, er það ekki? Jú, það er það. Þetta er alveg sérstakt samfélag, alveg rétt. Má ég skjóta aðeins inn? Það eru sett upp skilti. Er það bærinn sem setur upp þessi skilti þar sem að það eru verið að sýna að það er verið að draga bíla í burtu? Er það bærinn sem hefur sett upp þau skilti? Já, Þú ert að tala að við höfum ekki vald til þess að láta gera þetta? Hvernig, ég næ því ekki almennilega, af hverju við höfum ekki vald til þess. Ef að við höfum vald til þess að setja þessi skilti upp, þá hljótum við að hafa vald til þess að framfylgja því sem á skiltunum stendur. Þetta er bara sama og með bílastæðin yfirleitt, við höfum ekkert vald til að... Þetta og ekki að skilta bílastæðin, Guðjón. Jú, þetta er sama hugsunin bak þetta. Nei, þetta sko, máli er það sem að Valdimar að tala akkur, við höfum ekki þetta sem sagt, þetta forræðisvald yfir þessu, þá er það bara vegna þess að það Við höfum ekkert forræðisvald yfir bílastæðunum, eigendurnir. Þetta er sama. Nei, þetta er ekki það sama. Alveg sama. Nei, það sko, almenningsgarðurinn sem er ofan á þaki bílageymslunar,
það sko garðurinn sjálfur og öll umferð hann alfarið vegum bæjarins. Heiðin á með það að gera. Bærin á með það að gera. Já, það sko uppáhaldsreglurnar, Guðjón, svo ég vitna nú eins og inn í þær. Það voru bærin að passa að þið ekki verið að keyra inn á. Já, það akkurat það sem við erum að tala um. Já. Við erum að tala um það að láta bæinn sjá það. Mitt, það rétt. Já, en þess vegna getum við þá ekki neitt komið þar inn í þá mynd. En ég hef samt sem áður talað það við það hjá bænum að þeir eru að gera eitthvað í því til þess að takmarka þessa umferð. Þeir segja þá segja þeir það kostar það bara vaktmann á svæðið. Það verður bara að hafa það, segja ég. Þeir eru bara ekki tilbúin til að skapa þetta stöðugildi og ég segi það verður að gera eitthvað því þetta óþolandi, þetta ástand. En þá kom upp þetta í umræðinni, við erum að fara að búa okkur þessa reglum til þessa umferð og þessi samskipti nýtingu á garðinum. Það stendur samkvæmt þessu lögum félagseignarhús að það hérna ákveðin ónæði sem má ekki vera á milli frá klukkan 24 til klukkan 8 á morgni. En við getum í okkar reglum haft þetta rýmra og jafnvel frá klukkan 22, þá má ekki vera neinu umferð í garðinum. Já, gott að heyra þig, Guðjón. Blessaður. Já. Nei, svo náttúrulega ekki aðalega umferðin. Heldur fólk sem með börn hérna, að það þorir ekki að láta börnin út. Já. Út af því þau verið kennið. Það sem líka í Hamri, Augnablik. Já, það rétt. Það það mikil trafík í garðinum að það ekki hægt að vera með börnin ekki óhult. Nei, það heila málið. Heyrðu, það semst bein útsending Hamri, þú ert á línunni, gerðu svo vel? Já, komdu blessaður, Þóri, það Sæmundur hérna. Já, komdu sæll. Ég hef búið að hlusta á vinn minn þarna. Já. Ég nú ekki alveg sammála. Nei, láttu að heyra. Og ég hef var nú svolítið á tímabil inn á þessu svipað og hann. Og ég skal alveg fúslega viðurkenna það, en hérna við nánari skoðun og hérna skal ég segja þér að maður taki þjóðan í gerðskiluru, að þá fæ ég nú allt annað út úr þessu og mér skilst að þetta sé sko alveg á hreinu, þannig við höfum þarna bílastæðin ekkert ákveðið. Nei. Og það ekkert verið að skerða neitt í okkar hérna skal ég segja húsakaupa lögum, gagnvart þessu, það? Mér sýnist það ekki vera, annars nú konan mikið fróðar heldur ég, en mér finnst að það sé ekki átt að gera mikið mál úr svona lögum vegna þess að það hliðrar bara hver til fyrir öðrum. Já. Nú, ég segi fyrir mig líka, ég hef ekki að slæma fætur ekki síðan ég fekk nú varastikið, að ég get ekki lappa nokkur skref ef því ég að skipta, sko. Það virðist vera skipta að miklu máli en svo annað sem að ég og þú veist nú alveg hugmynd þar, hvað var garðin og því vorum að tala það áðan og umferðina þar. Sem við erum öll sammála að geti náttúrulega enga veginn átt sér stað og gerst eins og hefur verið. Nú þetta eins og annað sem þarf umfjöllunar með og náttúrulega að fólk tali saman og reyni að koma sér niður á það sem að eða ekki talist, en ég tek nú undir þess að þau voru að tala bæði með börn til þess, það ekki að setja þau hér út. Nei, það ekki hægt. Og þú veist að sjálfur að við hefum báðir staðið í því að setja þessa þverslá í? Akkurat, ég veit það og ég hef látið henni og ég hef sett hana fasta. Og mér hefur langað til að setja vír utanum. Og þá kemur að þessu vandamáli í sammyndi, sko, ef það kemur þá sjúkrabíl rétt á eftir, þá lenda þeir eruleikum með að sleppur. En það sem að mér hefur fundist alltaf Þórir og maður fá aldrei það sem maður hefur spurt að svo hver það í raunverulega sem að getur tekið af skarið með það hvernig á að gera þessa hluti og þar á ég við þar verið setju skilti hinga og þanga Valdimar Lárusson veit hann nú sem lögreglumaður og ágættumaður að skiltin nú ekki alltaf til þess að fara eftir þeim heyrist mér að segja á þann en hérna mér finnst sko nú komið skilti og en sjáum bara hvað gerist, nú fara á myndi tvekja steina þarna upp í veggjum, við höfum þakka fyrir það ekki valtan í en þetta allt í lagi Þórir, þú veist minn hug. Já, þetta gott að heyri þess að myndir. Þakka leiðis. Já, við erum öll að tala þetta nákvæmlega sama og það alltaf svo krafa það að
við komum hérna upp ákveðinni samskiptareglum nýtingu á garðinum. Þegar bærinn ætlar sér að nýta þennan garð sem almenningsgarð, þá verður það gert undir ströngu forræði okkar þetta sjálfsögðu. Þá hlýtur að gilda sömu lög. Hann í beinni útsendingu augnablik. Þá hljóta að gilda sömu lög þennan almenningsgarð, eins og þessan almenningsgarðin hjá okkur niður í Hlíðargarð. Og þar eru skilti, þar sem kranabíll að draga bíl í burtu. Og þá vil ég að við fáum að njóta þess sama hérna í Hafnarborginni, að það verði sami umgengnisréttur Hlíðargarðin eins og hjá okkur. Fyrst að búið er að setja upp þessi skilti, þá ber að fara eftir þeim. Ég skal nú játa það á mig að ég let nú setja upp þessi skilti bara sem fælingaratriði, en ekki beinti þess að fara eftir. En þegar þessar reglur verða settar á, þá virkar þetta. Þá getum við alveg kynráðalaust, eftir að búin að auglýsa þetta og þinglýsa þessum reglum, þá er þetta ekkert mál lengur, sko. Nei, Þú ert að línunni gera svöl í beinni. Góðan daginn, Þórir. Góðan dag. Og þið öll, þetta er Salma 32. Komdu sæl. Ég var að hugsa hérna sem að Guðjón var að segja á það. Já. Mér skildu þið ekki bara Guðjón. Það getur verið. Ég skil Guðjón. Já. Ég hef lent í því sjálf að koma heim seint að kvöldi, keyrum alla bílagennsluna, það er allt fullt. Og þá voru maður náttúrulega bara að fara eitthvað út í bæ og leggja þar. Við erum að borga fyrir viðgerð á stæðum, bara hver íbúi með sitt stæði, en þá er fólk, neina á að segja hérna úr öllum nærliggjandi götum búið að leggja inni. Þú hlýtur að orðið varfið þetta sjálfur. Já, ég hef orðið varfið þetta og veit ég það að sérstaklega þegar vetrarhörkurnar koma, þá þetta er allt hér fullt af nágrannabílum. Já, þá höfum við engan rétt fram þegar aðra kópur. Alveg rétt, en við keyptum okkur undir þetta. Að eiga aðganga í einu stæði í bílageymslu. Já, en sko, það er... Ég er ekki að tala ákveðið merktu stæði. Nei, í bílageymslu, það er bæði talað bílageymslu, sko, í bílageymslunni og fyrir utan, það er að segja hérna... Nei, við keftum það í samningi og afsali stæði í bílageymslu. Já, í bílageymslu, alveg rétt. En það er nú bara eins og einu svona, að þegar að svona eðlilegt ástand er að ræða, þá hafa allir næg stæði. Já, en í vondum veðrum, þegar maður þarf nú kannski hvað helst á því halda. Já, ég veit það. Þá er allt fullt. Við vorum eins og hérna með ágætan vaktmann, skal segja, ég man ekki nefna þessi í augnablikinu. Og hann kom með þá tillögu. Hann vildi merkja bíla. Já. Íbúana. Svo hann gæti þá látið fjarlægja aðra bíla. En það kostar mann í bílageymsluna, það kostar þessa merkimiða, það kostar... Það kostar nokkuð nema bara hjá lögregluna og... Nei, hún gerir þetta ekki. Eða bara kranabíl og út. Já, byttu nú við. Nöðvendar. En ef einhver kannski hérna í næstu götu, já kannski bara hérna í Vogatungunni, ef hann er að koma hinga á heimsækja mig, svo allir bara bílarnar að reyna í burtu. Já, hérna kemur inn á eitt Þóri sem að ég var nú búin að gleyma í augnablikinu, gott þú sagðir þetta. Við þurfum að merkja gestastæði þegar búið að gera bílageymslurnar upp. Ég er ekki að segja í dag, heldur bara í framtíðinni. Gestastæði? Sérstök gestastæði. Og hvað er þau að vera? Þau geta verið bara sérstaklega niðri. Það er búið að nota þetta að deginu til, sérstaklega. Já, en þá kemur það að slík merki... Gestastæðin gæti verið meira niðri en stæði fyrir íbúana hérna á efri plönunum. Já, en þá vil ég endilega benda þér aftur á 37. grein eins og ég gerði hérna við hann Guðjónu. Það er stendur eins og okkur óheimilt að merkja svona sameign sérstaklega. Það má ekki merkja neinn gestastæði. Þetta er gert sko í blokkum út í bæ. Engin stæði. Það má engin stæði merkja. Það er, ég bjóð til Röndbæ. Þar voru nokkur stæði sem voru mest sérstaklega gestastæði. Hver íbúr hafði sitt stæði og það var mert. Síðan voru nokkur stæði, mann hvort voru 4-5 gestastæði. Já, en það voru allt aðra reglur sem að gilda þar heldur hér. Já, við erum illa sett Þóri minn, við getum ekki eins og sett ofan á okkur, það er svo slæmt í dag. Jú, það eru 5 eða 6 íbúðir hérna til sölu í húsinu hjá mér. Já, en hverju sætir það? Hverju sætir það? Það kaupir enginn, ekki Nei, ég meina hverju sætir það enginn kaupir? Það gerir bara vissinni í bílgeymslunum. Nei, það er nú að... Okkur orðið sætt og það er hissa þegar það kemur inn í íbúðina hérna, veistu það Þóri? Það er svo steinhissa. Í þessum kumpöldu hérna skulu verkna huggulegar íbúðir. Já, en þetta er nú að lagast. Þetta er nú að lagast. Það er vonandi að standið til bóta. Já, er ekki sátt við að borga kannski 90-120.000 fyrir að gera stæði mitt klárt. Svo er ég að leggja út í frost og bíl. Þetta er bara þess að mín skoðan á málinu og ég er mjög sammála. Ég held að við þetta sem hann var að segja.
Já, ég skil ykkur mjög vel, en það er ekkert sem að segja til það að þetta, sko, þessar reglur sem eru uppáhaldsreglunar, þær voru svona, þið kiptu ykkur undir þessar reglur, við kiptum okkur undir þessar reglur og þær eru svona. Já, við höfum bara að reyna bílastæði í þessari ákveðnu bílageymslu, því þær voru ekki fleiri þegar við kiptum. Já. Það var bara þessi ákveðna bílageymslu sem við eigum stæðið í. Já, hvað viltu þá segja í þessu sambandi með Fannborgina? Hún var ekki til þá. Nei, ég að segja, nú spyr ég þig spurningar, í Fannborginni, það er nákvæmlega sömu, sem sagt, hvaðir eru í, sem sagt, afsölum þeirra, að þeir hafa aðgengi að einu bílastæði. Nú getur vel verið að eitthvað sé að gera í Gjábakka, þannig að sé allt yfirfull öll stæði. Hvað gerist þá? Já, ég skal ekki svara fyrir þann hluti, við getum bara að svara út frá okkar samningum og bæði kaupsamningu afsali. Nei, ég meina þeir... eins og var á þeim tíma. En svo náttúrulega kannski hægt að breyta því öllu. Nei, ég að segja við þig, það er ekki hægt og lögin kveða ennþá fastar ámynd í dag. Við megum ekki og getum ekki neinum kringustæðum eignað okkur eitt eða annað stæði. Nei, ekkert sérstakt. Við erum ekki að tala það, Guðjón, ekki neinn sérstök stæði. Bara geta lagt innan hús í brjálum veðru. Já. Við erum ekki að tala að merka okkur stæði við dyrna svo við getum gengið bara beint úr bílnum og inn í dyr. Já, reglurnar... Það verðum við ekki að segja. Sko, reglurnar undanþiggja hvorki góð eða slæm veður í þessu sambandi. Sko, reglurnar eru reglur og það gilda og við kiptum okkur undan þær og það er hvaði sem við erum bara að gera svona heyra undir. Nú erum við ekki sammála, nú er ég Guðjónu sammála. Að ég tel meira meiri rétt að leggja hérna inn í brjálu veðri heldur en einhver sem býr á Árhúsvegi með vallatröðinni. Ég skil það mjög vel, en þá hefur átt að kynna þér reglurnar betur að... Ég gerði það. Já, ekki nógu vel þá. Ég gerði það hjá fasteignasalanum mjög vel og ég skoðaði kaupsamning þar sem við keyptum af og hann var hérna, keypti sér inn í þetta byggingarstígi. Já, en þá hef ég... Það var rétt á þessu einast ótiltekna stæði í bílageymslu sem á þeim tíma var aðeins einn. Já, ég skoraði þá ykkur Guðjón í þessu sambandi að þið komið ykkur saman og komið fram fyrirspurn til Sigurðar Helga Guðjónssonar þessi atriði sem að virkilega greiða úr ykkar ég þarf að tala um Guðjón sko, vita hvenar við kaupum ekki á byggingarstígi sko, þetta er þó þessi ófullgert þá er annar eigandi áður. Já, endilega, spyr ég, hann kemur... Af því að það er ekkert neitt annað að ræða á þeim tíma en þessa einu bílageymslu. Já, en þið skulle endilega tala við hann þetta og ég er alveg sannfærður um það. Ég er alveg sannfærður um það að hann fer ekki neitt að álíkta gegn lögunum í þessu sambandi. Nei, það efast ég ekki heldur. Þá skaltu lesa þetta. En mér finnst þau sem sagt réttleysið lítið en greiðslu krafan ótvíræð. Já, sko það er svo einfalt í þessu sambandi þú keyptir undir... Réttleysið er raun og veru algjört en greiðslugetan er ótvíræð. Allt í lagi, þú kallar þetta réttleysið. Ég kalla það. Allt í lagi þar minn. Já, Nú er bílastæðin sko að neðrafalli. Mér langaði til að koma því að þetta ástand sem að núna ríkir hérna í bílageymslunum meðan að verið er að vinna við þetta, það náttúrulega tekur fleiri bílastæði þar sem ekki er hægt að koma neinum bílum fyrir og það verður að taka tillit til þess þegar kannski við erum að koma heim seint á kvöldin að bílastæðin eru meira og minna full. Það eru stór hluti til dæmis fyrir framan 26, 24, 22, 28. Það eru fleiri bílastæði sem að ekki er hægt að koma stað vegna þess að það verður að vinna þarna. Já. Og þetta eru hlutir sem að þarf að taka tillit til. Já, ég er sammála þessu. Nú, við getum, Emilía, hvað finnst þér til þessum? Ég bara vitna það, ég var með 2 unga menn sem að vaktavinnu, voru báðir að veitingahúsum og komu þeirra upp að loka þeim og þeir sögðu aft að neðri bílastæðin, þar væri hægt að fá sko sem sagt stæði og þá lögðu þeir við treppunar sem þeir sögðu og svo gáttu þeir gengið upp treppunar upp í garð. Já. Eða eitthvað á efri bílastæði, yfir á efri bílastæði. Akkurat. Og þetta þeir voru hérna hjá okkur í 2 ár, og þessi farnir núna, og þeir staði undantekningar lítið, það væri hægt að fá bílastæði. Nú, ég ætlaði þá einmitt í þessu sko framaldi að hnykkja á þessum samskiptareglum með milli sem sagt húseigandi og Kópavogskaupstaðar í þessu sambandi að það stendur samkvæmt hérna 74. grein, það stendur þar stjórn húsfélags
skal semja og leggja fyrir húsfund til samþykkta samanber 1. tölulið C-liðar og 41. greina reglur hagnýtingu sameignar og séreignar að því marki sem lög þessi leyfa. Síðan kemur, skulu reglur þessar, húsreglur, hafa að geyma sem ítarlegust ákvæði sambýlishætti, umgengni og afnot sameignar, það eftir því, og skiptingu afnota ef því að skipta. Allt eftir því sem við á eðlilegt og haganlegt þykir að reglufesta í viðkomandi húsi. Þetta svo skýrkveða á það að þessar reglur þær eiga að liggja fyrir. Og þetta, ég vissum það að þegar að við gerum þessar reglur þá verður þessi mál leyst. Já, og það ég segja, mér finnst vera mjög, eins og ég segi, mikið gott fyrir Hamraborgarbúa að geta komið sér saman svona apparat eins og maður segir sem við kannski hvergi til á landinu eða skildi vera byggt eitthvað staðar annar staðar og þeir geta þá lært á okkur að við hefum komið okkur saman að gera það best úr þess að þér. Já, einmitt. Á hverju sem er. Úr þessari mynd. Já, úr þessari mynd. Já, en til dæmis, nú líka aðeins, við tökum aðeins Hamraborgarráðið fyrir, ef við látum þetta svona kjört liggja í gili. Nú þannig að þú hvað búin að vera hérna lengi, Emilía? Ég búin að vera hérna eitthvað 6 ár just. Já, og þú, Valdimar? Ég búin að vera, 3 ár, já? 3 eða 4 ár, ég man ekki alveg með hvort þér. Og ég þá það sé bara litur 4 ár. Málið það að Hamraborgarráðið gjör ólíkt öðrum húsfélögum hvað þessa hluti varðar. Hamraborgarráðið ekki bara húsfélag til þess að gæta hagsmuna húseiganda allra, heldur það líka húsfélag sem uppálagt að hafa ákveðna samfélagslega skyldur. Já. Það þess að skrýtna við það að þessar samfélagslega skyldur sem lagt á herðar þess þess eðlis að vera í samskipti við Kópavogskaupstað nýtingu á bílastæðinum og svo að vera í þessum húsreglum með Kópavogskaupstað almenningsgarðinn. Svo þetta fer svolítið mikið eftir því hvernig Kópavogskaupstað tekur á því hvernig hann hefði hugsað sér að hafa garðinn almenningsafnot af honum og hvaða reglur hann vil hafa í því sambandi og hvort að hann sé tilbúinn að fara eftir okkar vilja í því sambandi. Já. Og þess vegna mjög nauðsynlegt að þegar við erum að tala það, þá þurfum við líka að móta okkar eigið innra samfélag. Við þurfum þetta að vera sjálfum okkur samkvæm fyrir það fyrsta sem Hamraborgarbúar. Við keyptum okkur undan þessar kvaðir með þetta að vera með þessi vísl-afnotkun og garðinn. Og hvernig ætlum við að mæta því? Og við þurfum að taka stundum eins og þau bæði Salóme og Guðjón voru að tala við þurfum kannski stundum að taka á okkur stóra okkar í því sambandi. Okkur finnst margt mjög ranglátt. En það bara, því verður ekki breytt og öðru verður ekki neitt við komið. Og þess vegna núna Hamraborgarrásin sem slík, eins og þetta kerfi hérna hjá okkur. Hvernig, Valdimar, hvernig finnst þér það hafa komið út? Þetta Hérna með Hamraborgarrásina? Já. Mér finnst hún hafa komið ágætlega út. Já. Ég hef verið oft sem að ég opna þessar rás og ýmislegt sem að hefur komið þar sem áhugavert. Að vísu kannski má segja að það sé sumt að því kannski of lengi sínt, það þurfi að skipta oftar og nú það líka í sambandi við diskinn að þá finnst mér að við mættum gjarnan fá eins og eina rás í viðbót. Já. Og þar á ég eingöngu og aðallega við Eurosport rásina sem við mistum. Já. Já, hún var ákaflega skemmtileg, en við erum nú búin að fá núna inn Sky One sem mjög skemmtileg og síðan hefum við Sky Movie og þarna Karton rásina, barnarásina og svo
fréttarásina. Ég finnst þetta hafa allt saman komið mjög skemmtilega út og margt sem hefur verið gert hérna hefur líka verið eins og til dæmis samtalsþættirnir með honum Sæmundi og honum Ragnari þeirra voru ákaflega fróðlegir eins með Guðmund Guðna og Sæmund. Þetta hefur tekist vel og af þessu mætti meira gera og fá fleiri til þess að leggja sitt lóð af mörkum í þessu máli. Þetta er nú svona það sem ég hef í fljótu bragði um þetta að segja. Já, Emilía? Já, þetta er náttúrulega alveg sann, sko. Það hlýtur náttúrulega að vera það er margt fullorðið fólk hérna sem hlýtur að búa yfir það miklum fróðleik sem er bara hérna á svæðinu. Sem gæti komið og bara eitthvað seinni tíma. Miðlað af sinni reynslu. Og sem að gæti síðan varðveist upp á seinni tíman fyrir komandi kynslóðir. Því að það er afskaplega dapurt til þess að vita að það er mjög mikið af svona þjóðlegum fróðleik sem að hreinlega er að fara í glatkistuna vegna þess að henni er ekki haldið nóg og mikið á lofti. Og þetta er verkefni sem að við hérna í Hamraborginni ættum að taka upp á okkar arma. Því að ég er alveg viss að það er mikið hérna fólki sem að býr yfir svona alls konar skemmtilegum gömlum fróðleik sem að ekki má glatast. Nei, og svo til dæmis í sambandi við það nú Kópavogskaupstaður 40 ára. Jú. Að það var eitthvað gaman Hún er vor. Já, maður fengi eitthvað sem sagt í þetta til þess að segja frá Kópavogi. 11. maí vor er Kópavogskaupstaður. Já, ég bjó hérna í Kópavogskaupstað og á hreppnum líka. 40 ára. Og svo er búið að ákveða dag aldrara 12. maí og þá standa einhver feiktir og þessu þurfum við öllu að fylgjast með og nýta okkur það sem við getum af því sem þarf fyrir fram. Já, þetta er eitt af þessum atriðum sem við höfum myndið rætt mjög mikið og það er þetta innan stjórnarinnar hefur komið fram hugmyndir. Það hafa komið fram hugmyndir það að reyna að jafnvel að tengjast Fannborginni. Já. Það væri ákaflega, held ég. Já. Það var svolítið snjallt. Já, ég held að það væri mjög snjallt að fá Fannborgina inn í þetta. Og þá erum við að tala þetta heildardæmi að þeir sjá dæmi þannig fyrir sér hjá Kópavogskaupstað að láta setja þar öryggiskerfi fyrir Fannborgina, tengja það Hamraborgarásinni og láta svo Fannborgar búa tengjast okkur í Hamraborgarásinni. Já. Og þá erum við komin í ansi skemmtilegt og öflugt kerfi sem gerir það verkum að við getum þá náð til fleiri. Og þá eins og þú segir þarna sótt í sjóði gamalla manna sem eru með góða... Meðan það er ekki á seint. Já, meðan það er ekki á seint, sko. Já, þið þekkið einhverja í Fannborginni þekki sem kannski búa yfir einhverjum svona sjóði, eða hvað? Ég man nú ekki svona eftir því bili. Nei, ég man ekki eftir því sem er í Fannborginni. Það er fullt hérna fólki bara sem sett í Kópavogi eða sem myndi geta sem kemur held ég fram á núna í sambandi við afmæli eða slíkt. Já, það kemur það fram núna. Já, sem að mér finnst verið sniðugt að eiga bara til dæmis á skólu eitthvað. Já. Nú, þetta er eitt af því sem við erum að ræða meira og minna. Við erum að ræða þetta að mynda hér nokkuð skona samfélag. Já. Einmitt. Og ég tók eftir því í fyrra þegar við vorum hérna með pólitíkusina hérna á framboðsfundi að þá vorum við meira og minna að ræða um okkar samfélag og þeir tóku tillit til þess að við værum hérna sem ein heild. Já. Og segðu það margir hverjir að þeim fyndist að við ættum að hafa svona frumkvæði að ýmsum
sjónarmiðum miðbæjarins og gætum jafnvel ráðið ýmsu ef í það fer. Þess vegna er mér kannski mjög nauðsynlegt einmitt fyrir svona miðil eins og þetta kabalkerfi að vera sem upplýsinga og þjónustu miðill eins og það hefur verið hingað til. Þetta er ekki fjárplássstarfsemi eða svoleiðis, þetta er bara upplýsingamiðill. Og þá held ég að ef að verði lagt kapp á það núna með vorinu og jafnvel að með fyrir hausti það verið búið að tengja Fannborgin inn í, þá getum við hugsanlega orðið þarna svolítið sterkur miðill til þess að þjappa okkur saman. Og þá leið, þá er spurningin hvað fólk er tilbúið þess að leggja út í mikla vinnu, að útbúa svona þætti eins og þið segir, hafa svona fasta viðtalsþætti, þar sem menn er tilbúið að mæta hérna á ákveðnum degi og hérna, svona segja, á laugardegi eða sunnudegi, bara hérna í morgunkaffi og spjalla heim og geima og kannski vera með myndefni með sér og leggja það fram. Og þetta er það sem við verðum að standa auglítið fyrir. En þú myndist á það áðan, Emilía, þegar að þú komst hingað inn að þú varst að horfa eitthvað aðeins á skýrsluna sem var hérna á undan. Já. Sko þá var hreyfing á skjánum, en það er ekki víst að hafi verið alls staðar, sko, ég er ekki að segja það. Nei, það getur stundum verið út af því að tækin sem hérna eru, sko, þau eru ekki alveg að bestu sort. Þau eru fullnægjandi, en þau eru ekki að bestu sort og það getur hugsanlega að við því að kaupa dýra búnaðar, það var hægt að leysa þetta mál. En þetta er það sem að fólki verður sjálft að gera upp í sig hvort það vill það eða... Já, það er náttúrulega fólk sem hefur það mikið að borga og það er mikið ellilífeyrisþegar þannig að fólki er ekki svo mikið aflega fært. En við höfum reynt að fá ýmsa aðila til þess að þjónustaðila til þess að fjármagna þetta hérna og það hefur tekið svona ekki nógu vel, mætti takast betur en ef allir Hamraborgarbúar standa saman í því að beina sjónum þjónustu aðila að Hamraborgarársins og segja að setja auglýsing hérna, að þá kannski væri hægt að fjármagna einhvern hluta af þessu. Já. Það er málið. Og kannski fá meira af auglýsingum frá hinum ýmsu verslunum og fyrirtækjum sem að eru hér í Kópavoginum. Já. Það er nú töluvert sem hefur komið af því en það mætti svo gjarnan vera meira því að við skulum gera okkur grein fyrir því að hérna bara Hamraborgin þetta er eins og svona, ekki mjög lítið þorp út á landi. Hvað íbúa tölu snertir. Já, við getum búið þegar við erum búin að sameinast hinum hérna, þá getum við verið svona álítlegt þorp. Já. Ef við verðum búin að sameinast Fannborginu. Já, þá hefði þetta væri ekkert svo. Ég tala nú ekki ég bara eins og er. Já, bara eins og er, sko. Erum við svona eins og ekki mjög lítið þorp út á landi. Hér er hvað, 600 er ekki 600 íbúar? Jú. Hérna í... Það er alltaf því 600 íbúar, við staðal. Þá er það svona, það er 2,6-2,7 íbúar á hverja einn. Er talað sko. Það er kannski, það er svolítið gamli útreikningar síðan 86 held ég, en það sé voða lítið breytt sko. En hvað sem því líður, fólkið því hringt inn og lagt fyrir spurningar áður við ljúkum þessu, það fer nú að líða því. En ég hvet alla Hamraborgarbúa að koma á fundinn þann 27. apríl næstkomandi vegna þess að miðvikudaginn klukkan 2 í... Nei. Er það ekki? Nei, það er klukkan 8:30. Það er 8:30, já. Klukkan 8:30 á miðvikudagskvöldið þarna í félagsheimili Kópavogs og koma þá vegna þess að ég hef svo litla tilburð í þá átt að koma fram einni ályktun sem langað til þess að leggja þá þar fram ályktun þess efnis þar sem að við erum að skora á bæjaryfirvöld að þeir hefji bara á næstunni bara í bráðri framtíð að þeir hefji innheimtu að ákveðnu gjaldi á alla eigendur á miðbæjarsvæði Kópavogskaupstaðar sem hafa lögtengsl við bílastæði á miðbæjarsvæði Kópavogs. Það er því það nákvæmlega sama að við erum að gera tilkall til þess við íbúar sem þegar hafa samið við Kópavogskaupstað
rekstur og viðhald á okkar geymslum að aðri eigendur á miðbæðisvæðinni komi til með að greiða alveg sambærilega við það sem við hefum þegar samið í Kópavogskaupstað Já. Svo ég held að þetta er svolítið réttlætismál sem þarna sé á ferðinni og þá líka bleið hagsmunamál fyrir okkur því að þeirri púlíu, að þeim peningum þá ætlust við til þess að Kópavogskaupstað noti þá peninga til að einhver hluta til þess að annast rekstur og viðhald í bílageymslunum okkar því að það er þetta miðbærin sem nota geymsluna ekkert síður heldur en við. Og viljið þið kannski koma Já, það var eins sem ég var að spekla í hvernig ef þeir færi að taka hérna planið fyrir aftan félagsheimilið hvert að þeir sem að snúa Hamraborgin sem snýr þar út á götunni hvert að hún hefði eitthvað tillögu rétt. Nú kemur hérna hjá fyrir framan okkur á að vera er hérna með frá gangsetinni þá kemur hérna grasbali. Já. Og þar er oft svona reynt að klifra til dæmis sérstaklega hjá okkur á 36 ég held að sé á 34 líka þar er það lágar svalinnar að það verðist hægt að hoppa upp á. Já. Þarna hefði ég áhuga fyrir að fá rósaruna þeir verða þá að fara í gegnum þyrnuna þessar elskur á þenni að hoppa upp á svalinnar sko. Það er alveg kjörið tækifæri þá sem sagt fyrir okkur að þegar þeir fara að búa til garðinn. Það er eins gott að komast inn á þetta því að þarna er hægt að fyrirbyggja að það sé að vera að hoppa yfir að þetta hafa eitthvað þyrnuruna þarna fyrir framan ég held að við langengjum ekki fólki mikið til þess að fá í sig þyrnuna þarna. En mér áður upplýsa þig um þetta því þú komst inn á þetta að þeir hjá Kópavogskaupstað þeir hafa þá þegar samið við aðila að leggja dúk á garðinn. Já. Þeir eru þegar búinir að gera það. Já. Þeir eru þegar búinir að segja hvenær framkvæmdir hefjast. Það byrja núna 15. maí. Já, það var einmitt þetta sem ég ætlaði að fara að spyrja þig um. Já. Hvað væri að frétta af framkvæmdum og er búið að taka einhverju tilboði? Já. Það heitir þakverk. Já, ég kannast við það. Þú kannast við það? Já. Það er búið að taka því og það hefst 15. Og það verður lagður svona asfalts eða tjörudúkur á allt þakið og það verður þétt. Það verður byrjað á þessu 15. maí og mér minnir það sé í lok ágúst sem að þeir ætla að ljúka við það. Og þeir verða meira og minna að þessu þá í sumar. Því miður þá verður garðurinn ekki til þá í svona endanlegu formi eins og við hefðum gert okkur þó allavega vonum. En þeir ætlaði sér líka að brjóta niður stóra göngurampinn. Brjóta hann alveg ofan eins og þeir gerðu við stigahúsið og setja grindverk. Og setja grindverk í kringum það. Og sem þetta komið veg fyrir líka alla slysahættu. Og ég get líka upplýst ykkur um það að ég þekki til þessa fyrirtækis sem að hefur tekið þetta að sér og ég treysti engum betur til að gera vel heldur en að vegna þess að ég þekki þá aðilar sem að standa að þessu fyrirtæki. Já, það er gott til að vita. Þá má ekki að leita til þín þegar maður kannski einhverjum verður fram að fara. Ef einhverja kvartanir þá get ég komið þeim til skila. Já. Þetta er tengt inn í mína fjölskyldu. Já, það er mjög gott sko Valdimar vegna þess að það er línuhönnun HF sem að sér eftirlit á þessu. Það þekkja náttúrulega allir það fyrirtæki sem er eitt af fremstu verkfræðifyrirtækjum hérna á landinu. Og þeir ætla að annast þarna sem eftirlitið og allar umkvartanir í sambandi við þessa framkvæmdir eru beðnar að koma þá beint frá mér þannig að ef að einhver athugasemdir eru þá er það Valdimar eins og hann sagði að það væri tilbúin til þess að hlusta á þær eða þá ég síðan auðvitað það borið fram í ráðinu og svo komið áleiðis til Kópavogskaupstaðar. Já. Þannig stendur málið. Þannig stendur málið í dag? Já. Ég held að það er nú síðan aðalatriði að það sé að koma vekk fyrir það að leki og lestu niður föllin séðan og svona nokkuð neginn á réttu rólega að það leki niður að nekki upp á móti. Á réttum hæðarpunkti. Já, réttum hæðarpunkti sko. Þá kemur þessi langþráðu draumur sko, þá verða geymslurnar loksins þurra. Já, akkurat. Alveg skrifaði Bæði geymslurnar og bílastæði. Já, bæði geymslurnar og bílastæði sem hefur verið alveg skelfilegt sko, undanfarið. En hvernig verður mér hreinsun á bílastæðin, meina bílageymslunni? Er eitthvað það komið? Já, það er nú eitt. Þarna komið mitt á, sko, það kom ágætur maður til mín og spurðist fyrir hvort það var hægt að hafa þann háttinn á að hann ásamt fleirum kannski önnuðust svona hreingerninga og þrif í bílageymslunum.
þess á milli sem að starfsmenn Kópavogskaupstaðar var hérna og þessari hugmynd var komið á framfæri við tæknideildi Kópavogskaupstaðar en þeir töldu það var svolítið vanhöld á því vegna þess að allur sandur sem væri í geymslunum og öll óhreinindi, það mætti ekki fara niður í niðurföllin, það var svo mikið hætt á því stíflu. Þess utan þá var hérna bæði með ljósin og annað sem að þeir hefðu áhyggjur af og sögðust þá frekar vilja að starfsmenn Kópavogskaupstaðar sæju það. En þetta er einn af þessum hlutum sem við þurfum að semja við Kópavogskaupstaðum í nýju regluna sem ég var að segja okkur frá. Já, það var náttúrulega eitt sem mér dætti í hug þegar var verið að taka hérna fyrri rappinn og rífa hann niður. Þá komu hérna menn með iðnaðar ryksugu. Drógu hann á undan sér og voru að ryksuga þarna upp áður heldur en þeir sett upp steypumótin. Og þá dætt mér í hug þegar ég sá leita út um eldhúsflögana, já þarna fáum við ryksuga á bílageymslunni. En sko mér dætt það í hug út af því að ef þeir eru að tala um að það megi ekki bleita þetta eða spúla þetta út, að það verði þátt að fara með ryksugu og taka mesta sandinn og spóla það svo. Sko, við höfum þegar rætt sko í stjórninni margar hliðar á þessum máli. Já, mér bara dætt að því þegar ég sá þetta sko, því mér fannst sko hvína það í þessu. Nú skal ég segja hvernig þessar hugmyndir hafa alltið. Fyrir að fyrsta, kaupa svona ryksugu. Þá sé akkur bara ryksugu, ekki gera einhver aðra vél sem gera eitthvað meira heldur en bara ryksuga. Hafa svona þrýstisbrautu sem að geti kannski þá smúla eitthvað undan sér. Og þá, og hvað gerir meira við en heldur bara, notaðum til þess að þvo bíla og svo framvegis. Meira að segja að starfsmenn Kópavogskaupstaðar hafa spurt með því hvort að það sé eitthvað vilji fyrir því að hérna niður í bílageymslunni verði einhvers konar svæði sem hægt verið að sprauta snjó af bílum og öðru slíku með svona vélum. Ég sagði, það er líka kannski hægt að hugsa það, en hver á að borga brúsann? Þá kemur það því. Og þetta er allt saman á tekniborðinu, en það sem að ég hef alltaf þá sagt að við erum að klára bílageymsluna fyrst. Ljúka þeim. Og þækjunu. Og þækjunu. Koma þessu í horfið og þetta er allt sem sagt á tekniborðinu en ekkert full hannað. En mér finnst eðlilegt að Hamraborgarbúar haldi áfram að velta vöngum yfir þessu og huglega þetta því að það eru þarna ýmis svæði niðri sem hægt er að gera og framfylgja þessum hugmyndum og þá er þetta að nota þessi tæki svo aftur á móti því að hreinsa plönnin uppi ef í það fer. En þetta er þá auðvitað að vera í þessari sameign að þá í rekstrar og sem sagt í þessum framkvæmdarsjóði reksturs og viðhaldskostnaði bílageymslunum sem að Kópavogskaupstaðar alfarið sér en við erum myndið að fara fram á það að við keypt þessi tæki og ákveðnar reglur með hendur þeirra og þetta er eins og ég segi, við erum alltaf að vísa til sömu regluna sem að við eigum eftir að semja og ganga frá. Já, svo var eina sem við dætti í hug sambandi þess að blessaði bíla að bakka þeim ekki upp á vegnum. Þess að fá ekki sótina úr bústurum á veggina. Þess að reyna að halda það svolítið svona snirtilegum og svo ef menn verður á því að tala um þetta þá sagt því að konur eru alltaf með þrifnaðaræði. En mér finnst þetta getur líka sko spursmál peninga. Það er kannski á sjaldnar að mála. Nei, það er nú þegar að fara að sjá á mörgum veggjum. Það er konið svartir punktar á marga veggi. Vegna þess að bílunum er bakkað upp af veggjónum og svo kemur pústið og... Þetta er nú bara yfirsjón hjá ökumönnum að gera þessa hluti. Og það þarf að vera, en það er nú ákveðin maður sem að hefur nú verið mjög duglegur í því að leiðbeina ökumönnum að setja miða á bílana þeirra og reynda að leiðbeina með ýmsa hluti. Ég veit nú ekki beint hvað þessa hluti, það er hann Birgir Sigurðsson í 28 og hann hefur meira að segja þegar menn leggja í bílastæði niðri þá leggja þeir stundum svo illa að það er ekki hægt að koma öðrum bíl við hliðinu. Akkurat, taka tveggja bílastæði? Já, taka tveggja bílastæði og það gera alveg... Það er alveg afleitur hlutur. Í mörgum kringumstæðin þá langar mann til að koma þegar grein innan reglana að verði skipt gert þá er þetta bara að draga þennan bíl í burtu. En það er náttúrulega kannski okkur oft svona vegna þess að það getur verið eitthvað sem flýta sér. Og svo er eitt með þessa númerslausu bíla sem er líka dálítið vandamála. Og hreinsundild Kópavogskaupstaðar hefur verið beðin það að annast hann þátt og ég held að hann gert það með ágætt. Já, það eru
Það eru svolítið bröða því að það séu bílar sem að eru standa þarna tímun saman, númerlausir og ekki að treyft við því. En hvað sem því líður? Við getum náttúrulega auðvitað haldið áfram að tímum... Já, það er ýmislegt, en það er eitt sem ég held að sé liðin tíð, ég held að Reykjavíkingar sé hættir að koma hingað í bílagestunum til þess að gera í bíluna sinna, það var hérna áður fyrir. Já. En það var áður en það var fyrir mína tíð, áður en ég flutti, það var áhorfandi bara með því að labba í gegn. Já, hafðu bílagestunum fyrir Vestæði? Já, fyrir Vestæði. Það var nú svo skrítið að þú kemur inn þetta með Reykjavíkana, að þegar fólkið hitti mig í Reykjavík, svona margir hverjir að spyrja, hvernig gengur ég að Hamraborginni, ég segi fínt, og er það hægt að brjóðast inn í bílun hjá okkur? Það er næstið sem ég get sagt, já, það er alveg hægt. Þannig hefur svo stórum minkar og við bara uppsetningu á þessum vélum þá hefur þetta margborgað sig. Eins og þetta fór í vöxt hér á sínum tíma. Já, það var miklu vexti. Þetta var svo í miklu vexti og það var engu líkt þarna. Og það er ekkert fólk sem býr hérna sem er í því að svona menn var fyrir því, hann var bara á bíl kunninga síns og það var brotist þar inn í bílinn og stólið uniformum frá þeim og þar meðal veskjana og svo hringt frá rannsóknarlögreglunni held ég bara árið seinna að veskið hans fannst í drullupolli eða eitthvað stær í polli vestur á Seltjarnarnesi. Já. En eins og við segjum, ég held, hvað finnst ykkur, erum við ekki á réttri leið í þessu máli? Það myndi ég halda. Ég vil bara vona að fólki beri gæfi til að standa saman það. Já, ég er okkur alveg sammála í því að ég held að við séum alveg á réttri leið og ég hvet alla Hamraborgarbúa til að standa saman. Já. Því að eins og segir í máltækinu að sameinaðir stöndum við, sundraðir föllum við. Já, ég held að ef fólk gengur almennilega og svona, ég held að það sé mannbætandi fyrir alla. Já, það er fínt. Við skulum bara eiginlega láta þetta þá vera loka orðin í þessum þætti hjá okkur í dag, í þessu beinu útsendingu. Og ég ætla auðvitað að þá þakka þeim Valdimar Lárussyni og Emilíu Baldursdóttur kærlega fyrir viðrunni hérna. Og við auðvitað söknum Sigurðar Helga Guðjónssonar sérstaklega, en vonumst til þess að hann nái heilsunni fljótt. Hann nái heilsuna, við fáum kannski fatt hérna í eigum hann til góða kannski. Við eigum hann til góða því að hann langar til að koma hingað, ég vissi það mjög vel. Og hann kemur til að mæta hérna hjá okkur í komandi framtíð, svo ég segi bara takk fyrir í dag og hafið góðan dag.